nú servómótorinn kominn á og ég setti aðeins hraðvirkari mótor á hann. Til 400 rpms, hinn var 80 og ég að hugsa að setja 1000 því að 400 keyrir hann það vel, en 1000 ætti alveg að ganga. Ég kom með Arduino Mega í stæðan fyrir Arduino Uno. Breytti honum aðeins, lækkaði hann og breikkaði hann. Það var til að séu auðvitað að setja drasl á hann. Þetta árekstrarvörn framan á hann, svona sónar sem stoppar bílinn. Röðunin hraðari áfram heldur en aftur á bak. Við setjum fulla hraðun núna. Og við setjum fulla hraðu áfram. Helmingi hraðari áfram heldur en aftur á bak. Settum á árekstrarvörn, það sónarnemi framan á honum sem að detektar ef að hlutur 40 cm frá og þá fer hann í fulla bremsun. Svona, hann sem sagt heldur honum áfram í botni og þá stoppar hann. Hann kemur að, ég var að hugsa já, svona. Sett einhver aðeins betri nákvæmni í dekkin ef þú ferð eða beygjurnar ef þú sem sagt ert að keyra hægt þá beygir það meira heldur en ef þú þurfir að keyra hratt þá beygir öllur sem minnkar við bætti við einu skrefi þannig að það eru 3 beygjuradíus að skref. Keyrðu á vegginn. Þegar þú ferð ská að veggnum þá nær hann ekki að nema það almennilega. Lausnin að vera með 2 svona sónar sem að vísa aðeins til hliðanna báðir. Horfa ekki beint fram, heldur svona, ég veit ekki, 25 gráður til hliðanna, sigur á hliðanna. Og þá líka hægt að fara að búa til einhvers konar avoidance intelligence. Að keyra fram hjá hlutum sem á vegi hans. Hugmyndin var að gera það líka þegar við komum með 8 utan í.